Sælveriði. Í kvöld ætla ég að hnýta galdralöppina eftir Jón Aðalstein. Hann með mér í Ármönnum eftir því sem við kemst næst og hann aldrei hitt Jón en þá vonandi að hitta hann einn daginn. En galdralöppin gríðarlega sterk fluga. Þetta þurrfluga en þetta líka dálítið sérstök útgáfa þurrflugu. Við notum svona foam cylinder í rassinn á henni eins og við sjáum. Og þetta alveg notalega að halda henni á floti. Fómið flýtur og það sem ég búinn að gera við fómcylinderin sem ég með það að ég búinn að klippa aðeins ofan á honum þannig að það sé auðveldara fyrir tvinnana að grípa hann. Svo ég búinn að skera ég veit ekki hvort þetta sjáist, lína búinn að skera hann síðan með dúkanhíf til þess að hann setjist sem sé á krókinn, þannig að setja tillunum áður en við förum að festa niður. Og af því að þessi hluti fer allur undir sem sé undir tvinna. Það var alltaf að rúna þetta aðeins til með skeruna, gerir ekki til. En þá bara byrjum við. Þetta sem sé galdralöppin eftir Jón Aðalstein og þetta ein magnaðasta þurrfluga sem hefur, sennilega magnaðasta íslenska þurrfluga sem hefur verið gerð. Hefur margan fisk á samviskunni þessi. En áður við byrjum þá ætla ég að sýna ykkur tvinnan sem ég er að nota. Það í þessu tilviki það Uni 8.0 svartur. Og það mætti alveg nota þykkari tvinna. Krókarnir sem ég er að nota eru F12-580. Þetta sem sé wet flying frá Arex og ég er með númer 10 í væsnum hjá mér. En við byrjum á því að festa rassinn á henni niður sem þetta flotholt eins og menn kalla hérna stundum. Þessi ein með flotholti eða slíku og við erum að fara dálítið varlega í það. Byrja þetta svona rólega og kemur fyrir maður slítið tvinna á þessari flugu einfallega út af því að maður er ekki að ná að vefja þessu alveg niður. Þetta á ekki að fara svona og í þessu tilviki þar sem við erum með hann að svona sjáu þið, þar sem ég myndi vilja til dæmis komið svo aðeins nær þá bara förum við með skerunum og klippum aðeins af ofan af fóminu, þá auðveldara fyrir okkur að grípa það. Og þið sjáu hvað ég á við með því. Þetta íti þessu innar á fluguna. Því að það þarf að grípa fómið dálítið vel. Og svo spurning superglue eða eitthvað svoleiðis undir þetta þannig að þetta fari ekki. Við viljum alls ekki að flotholdið okkar fara af flugunni. En flotmagnið í fóminu alveg ótrúlegt. Ég ætla þó hún sé með svartri ull í uppskrift þá ætla ég að breyta því bara og ég tek ábyrgð á því þau megin nöldra í kommentum með viljið þau með sé ekki rétt og ekki hinsegin og ekki svona að sem sé það meira flotmagni í döbbinu sem ég ætla að nota og ég ætla að nota það meira flotmagni svo kemur hakkel þar utanum hakkelin sem sé svartur svona sadl og við festum hakkelin bara niður eða palmeringuna. Hún verður bara sett á legginn og því næst kemur búkurinn yfir fluguna og það eins og ég segi, það þetta fagur svarta döbb og við erum með heilt boxa döbbi hérna og ég hugsa að ég noti þetta þennan lit. Þetta svart sem sé svo ég svo svartan sel líka en það glitur í þessu sem ég ætla að fara að nota. Svona æstöpp svo kallað komið ágætlega út í þessa flugu og ástæðan fyrir ég að stelast til þess að bregða út frá upphaflegri uppskrift bara einfaldlega svo að hún eins og ég segði það flotmagni í döbbinu miklu meira heldur en í blautri ull. Það sér það hvert mannsbarn eins og bóndinn segi og þá hendum við okkur aftur á og tökum lufsuna og döbbum henni á þráðinn og það sýnist mér það má alveg dálítið digur búkur á henni
Svolítið mikið döpp í þetta. Við viljum að gera þetta svona eins og ég vil hafa þetta. Ég vil hafa þetta þannig að hún fljóti. Og hún fljóti ekki bara á fljótallinu, heldur hún fljóti á döppinu líka. Þannig að þetta sé alveg örugt. Ég svolítið svona, já, ekki öfgamaður en ég vil að hlutinni virki. Þá notum við snúningin á vestnum hérna fyrir aftastu hlutana því að það er svo óþægilegt að vefja þessu hérna. Svo þegar við, sem sé, notum hérna rótarjavæðis til þess að snúa utanum, þá verður að passa ykkur á því að taka í stæðin fyrir að láta agnaldi hérna öngulinn eða oddinn grípa þetta, það er að fara með þetta og sveigja framhjá. Svona fyrstu snúningana, svona. Og þá döppast þetta bara eins og við sjáum hérna niður á búkinu. Þið sjáum hvernig þetta glitrar á þetta. Þetta er alveg cool litur í þessa flugu og þessi fluga hefur gefið mér fisk. Fleiri en einn. Og í straumvatni er þetta alveg einstaklega effektív fluga. Hún virkar í stöðuvötnum líka en kannski betri í straumvatni. Það er eitthvað við þessa flugu. Ég veit ekki, þetta er ekki líkt neinu í umhverfinu. Þetta minnir, vissulega minnir þetta á Black Zulu, því verður ekkert afneitað og Black Zulu er geggjuð fluga og kannski virkar þetta því þetta er eiginlega alveg eins og Black Zulu eða nógu líkt Black Zulu til þess að fiskurinn láti glepjast. En þetta á að vera sem sé eftirlíkinga þessu kvikindi sem heitir kalla BBO Hopper. Það er þessi fluga sem þið þekkið, sem hún heitir bara galdraflugan, sú fluga. Og hún er með sem sé, sú fluga er með rauðum löppum, en ekki til líkingu við þetta. En það er eitthvað sem pirrar fiskinn við þetta. Þá vefjum við því næst utan þetta kraga, eða fáum á þetta þannig að hún fljóti. Ég hef það frekar þétta því þetta er alveg löng fjöður, þetta er sem sé saddle, svona svartur saddle með smá brúnu í. Hún á að vera svört samkvæmt uppskrift. Ég hef notað þetta svona og þetta hefur virkað fínt fyrir mig líka. En ég tek fram að flugan á að vera, samkvæmt uppskrift á hún að vera svört með svörtum saddle. Það er smá brúll, ég sleit ég gat nú verið. Sjáum við hvernig við björgum því. Hérna var ég að blaðra og klúðraði hérna smávegis. Þá tökum við þetta með fjæðurklemmu, endan á fjöðrinni. Svona, þá er ég komin in touch aftur. Þá mér sé að næja snúningnum hérna sem að ég klúðraði. Slítum hann ekki aftur. Höldum eins og með tvinnunum hérna, tökum einn og svo annan hring. Þá er óhætt að losa úr blökkinni. Þetta er engin blökk, þetta er nú bara ósköp saklaus hérna fjæðurklemma. En þá er þetta komið sem sé svona. Og þá er bara að fara að forma á hana haus sem við viljum ekkert á þurrflugum, viljum ekkert hafa of stóran haus. Við viljum bara hafa hnútirna á þetta sjáðu. Þetta er alveg kappnó því að einfallega þetta drekkur í sig vatn ef við erum með sem sé snýrti mennska hérna sjáðu við taka þetta í burtu. Já, við viljum hafa hana eins létt á hægt er nema hvað var það flotmagni. Svo er spurning með korkin á henni eða fóminn hjá mér aftan á hvort hann sé of breiður en menn hafa flaskað á því að hnýta þetta með miklu styttri hérna kvoðu eða fómsílendir hérna aftan og þá er það sem að menn hafa verið að lenda í hún bara fiskurinn tekur hann ekki. Þess vegna á hann að vera með þessu hérna aftantóldi yktu. Ég myndi fara með hann á svona staði veiðitúr og svo er ég bara með skæri á mér í veiðitúrtum og klippi bara aðeins aftan að henni ef þetta er óþarflega stórt en ég ætla að láta hana bara slæta eins og hún er. Og þá er flugan klár. Galdralöppin eftir Jón Aðalstein. Sennilega einn effektífasta þurrfluga hérna á Íslandi sem sé íslensk þurrfluga síðustu árin. Það er ekki margar íslenska þurrflugur til. En það eru svo sem aðstæður hérna fyrir þurrfluguveiði svo sem misjafna. Við erum að glíma við aðstæður sem ekki eru út í útlöndum á mörgum stöðum sem í Bandaríkjunum. Þá við erum að glíma við vind fyrst og fremst á Íslandi.
svolítið mikið á honum stundum. En það á ekki að koma í veg fyrir það að það sé ekki hægt að veiða þurrflugu og það sé smá gára. En við erum að tala vind þegar það eru komnir sko 8-13 metrar á sekundu, þá hann kannski ekki alveg eins mikið að taka þurrfluguna. En hér hún komin, galdralöppin eftir Jón Aðalstein, og hún flýtur eins og korktappi í þessari útgáfu með þetta þykkri palmenningu, svona floti, kannski pínu styttra, bara smekksatriði, og döbbi í stæðan fyrir ull. Einfalt út af því að döbbið, það tekur loft í sig og meðan ullin blotnar, þetta er miklu meira flótmagn í þessu. En ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið og flugarklár. Við höldum áfram ótrauði febrúarflugum og setjum 3 flugur á viku að minnsta kosti, sem gríðarlega mikil keyrsla. En þið með gert að gera áskrifundur á rásinni, setja like á vídeóið og deila því. En þangað til næst, þá bara sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.